Hvað er stjórnarskrá? Íslenska stjórnarskráin er upphaflega byggð á dönsku stjórnarskráni. Þegar Íslendingar fengu sjálfstæði frá Dönum 17. júní 1944, eignuðust við þá stjórnarskrá sem við eigum í dag, en nokkra breytingar hafa verið gerðar á henni í áranna rás. Á dönsku heitir stjórnarskrá Grundloven, sem þýðir einfaldlega grunnlögin. Það er að segja, lögin sem öll önnur lög byggja á. Stjórnarskráin eru æðstu lög á Íslandi. Í henni eru upplýsingar hvernig ríkið er uppbyggt og hvernig á að stjórna því, hvernig kosningar eru framkvæmdar og hver réttur fólksins í landinu er. Við getum litið á stjórnarskrána sem leiðbeiningar hvernig að setja saman ríkið og hvernig að nota það. En hvernig er uppskriftin á íslenska ríkinu? Fyrst tökum við lýðræði. Á Íslandi er nefnilega lýðræðislegt stjórnarfar sem þýðir að almennir borgarar geta haft áhrif á hvernig landinu er stýrt. Þetta er gert með kosningum þar sem meirihlutin ræður. En í staðin fyrir að allir séu alltaf stöðugt að kjósa einhver mál, erum við með fulltrúalýðræði. Við veljum okkur fulltrúa, svo kallaða alþingismenn, til að sitja á þingi 4 ár í senn og greiða atkvæði fyrir okkar hönd. Svo erum við með lýðveldi. Ísland er lýðveldi. Það er mikilvægt að rugla ekki saman lýðræði og lýðveldi. Lýðveldi þýðir að þjóðhöfinginn er valinn af fólkinu í landinu. Þó að flest ríki á Vesturlöndum séu lýðræðisríki, þýðir það ekki að þau séu öll lýðveldi. Í löndum eins og Bretlandi eða Danmörku er til dæmis ennþá konungsveldi og þar gengur embætti þjóðhöfingja í erfðir. Mörgum þætti eflaust skrítið að erfa vinnu mömmu sinnar eða pappa. Franskir keisarar fyrr á öldum sögðust fá vald sitt beint frá Guði, þannig að fólk gat ómögulega gagnrýnt þá. Hvað er hægt að segja við mann sem hefur sjálfan Guð með sér í liði? En það gafst frönsk alþýða upp á endanum að gera byltingu, frönsku byltinguna sem voru reynda nokkra byltingar. Á tímum frönsku byltingarinnar var gerð tilraun til að byggja upp ríki þar sem valdið kemur frá fólkinu, ekki Guði eða úr kóngafjölskyldum. Þjóðfélag byggt á frelsi, jafnrétti og bræðralagi. Þótt tilraunin hafi gengið brösulega á köflum, má segja að hún hafi tekist að lokum og verið eitt af því sem gat af sér lýðræðisríki nútímans. Íslenska stjórnarskráin byggir á hugmyndum sem urðu til á tímum frönsku byltingarinnar, en eru vinsælar enn þann dag í dag. Hugmyndir eins og að einstaklingar eigi að vera frjálsir, njóta jafnra tækifæra og að samfélagið sé byggt á hornsteinum réttlætis og friðar. Merkilegt nokk, þá hafa þessar hugmyndir ekki alltaf þótt svo sjálfsagðar. Með stjórnarskráni erum við í raun að setja fram lýsingu á því hvernig við viljum að ríkið okkar sé, hvaða hugmyndir við viljum að ráði ferðinni og hvernig við ætlum að koma þeim í framkvæmd. Eitt af því mikilvægasta í stjórnarskráni er hugmyndin að dreifa valdi ríkisins. Á Íslandi er þrískipt ríkisvald. Hugsunin á bakvið þrískiptingu ríkisvalds er einfallega svo að passa upp á að enginn einn ráði á miklu í ríkinu. Samkvæmt því gengur ekki upp að sama manneskjan sé forsætisráðherra og líka dómari. Því þá hefði valdamesta manneskjan í raun leyfi til að dæma í eigin málum. Hún gæti með öðrum orðum gert nákvæmlega það sem henni sýndist. Hún var í báðum megin við borðið. Til þess að dreifa valdinu skiptum við ríkinu upp í löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald. Löggjafarvaldið sér að setja öll okkar almennu lög. Framkvæmdavaldið sér að framkvæma lögin. Dómsvaldið sér að fara sér eftir lögunum. Svo er það spurningin, hvernig veljum við fólk til að fara með þetta vald? Á Íslandi er eins og við munum lýðræði, sem þýðir að valdið kemur frá fólkinu, ekki frá pappa og mömmu eða æðri máttuvöldum. Það þýðir að við höldum kosningar og veljum fulltrúa okkar á þing og þingið eða alþingi Íslands er í raun valdamesta stofnun þjóðarinnar. Alþingi fer með löggjafarvaldið sem þýðir að öll lög í landinu eru sett af þingmönnunum sem fólki valdi í kosningum. Framkvæmdavaldið er í höndum forsætisráðherra og ráðherra hans í ríkisstjórn. Þar sem við erum með þingræði sér þingið að velja forsætisráðherra og ríkisstjórn þarf að hafa meirihluta alþingismanna á bakvið sig. Dómsvaldið samanstendur svo af dómstólum skipuðum dómurum. Nú er þetta allt orðið nokkuð skýrt, en að vísu gemdu við eitt þangað til síðast, sjálfan þjóðhöfðingjan, forseta Íslands. Ef við segjum að alþingi sé valdamesta stofnun ríkisins, þá er forsetinn æðsti embættismaður þess. Forsetinn fer með löggjafarvaldið ásamt alþingi. Hann getur að vísu ekkert skipt sér að því hvernig lögin eru sett, en hann þarf að skrifa undir öll lög til að þau taki gildi. Forsetinn er líka hluti af framkvæmdavaldinu, en getur þó ekki haft bein afskipti af stjórn ríkisins. Samkvæmt stjórnarskráni hefur forsetinn framkvæmdavaldið, en þarf alltaf að láta aðra sjá það fyrir sig, þar að segja ráðherra ríkisstjórnarinnar. Það bil svona er sem sagt uppskriftin að íslenska ríkinu. Og hvað finnst ykkur? Erum við að baka köku hérna?